Beinagrindin hérna við hliðina á mér af 25 metra langri steypireið sem rak á land á Skaga 2010. Grindinni hefur nú verið komið fyrir hérna á Hvalasafninu á Húsavík. Þetta hérna beinagrind af steypireið sem strandaði 2010 á Skaga, sem hérna vesturhluta Norðurlandsins. Og hérna strandaði hérna í ágúst og hérna var skorinn þarna á ströndinni og beinin var flutt suður í Hvalstöð í Hvalfjörð og var verkað þar og þá var það búin að vera í geymslu í nokkra ár og þurfti að þotna og ná fitan úr því og svoleiðis. Og þetta náttúrulega kannski svona mjög svona frægt mál hvar þessi steypireið átti að staupa og hún endaði þá hér og við erum mjög ánægð með það. Grindin kemur hérna í lok september og við þurftum hreinlega bara að loka út af því að grindin lá bara á gólfið hérna út allt safnið. Það var þannig séð ekki hægt að bjóða fólk hérna í safnið á þeim tíma. Og eins og ég sagði það var ekki búin að hanna neitt, þannig að þegar grindin kom þá þurftum við bara að fara að vinna að því hvernig við áttum að gera það. Og það fyrstu sem ég gerði það var að hafa samband við Þórarinn Blöndal sem hérna sýningahönnuður og hann kom þarna og þá byrjuðum við að vinna í að hanna og hvernig var hægt að gera þetta og að þetta svona, ég myndi segja að þetta svona í lok november að við byrjum að vinna svona taka niður gömlu sýninguna og það vorum við bara svona gróa hugmyndir hvernig þetta átti að vera sko og þannig að ferlið með að setja þær upp var líka ferlið með að hanna sýningin bara í leiðinni, bara eins og færa gatið hérna, eða opnið hérna inn í sýningin var fært hérna niður. Þetta byrjaði bara með pínlítið hól og svo, nei, þetta á við aðeins stærri. Það endaði með því að við tók bara allt í burtu, þannig að þetta er búin að vera mjög svona lifandi prósess allan tíma. Hvernig að vera loksins komin með hana hérna upp? Er fólk að taka vel í þetta? Já, þau gera það náttúrulega og það var náttúrulega líka hluti af því að þegar við ákveðum að setja sýninga að færa opnuna inn í sýninga, opnunin var alltaf hinum megin. Það var þetta að fá að labba hérna niður í gangina og þá bara birtast þetta, búa til svona wow-effekt og það virka alveg svakalega vel. Ég ofta að standa að fylgjast með ferðamönnum koma að labba hérna að lesa og svoleiðis og þegar þau koma hérna fyrir hornið það er mjög greinlegt að þetta virka og þetta var áhættan okkur að fá þetta svona að búa til þessi tilfinning í fólki. Þetta er svakalega stórt. Hversu löng er hún? Já, steypireiðin sjálf var 25 metra en hún er náttúrulega, það vandast borðin á hana svoleiðis, þannig að hún er svona, ég held hún sé svona, það er ekki búin að mæla hana nákvæmlega, hún er svona 22 metra langt hérna inni og líka svona smá svona svigur til að komast, það er 19 metra hérna inni. Rýmið hérna 19 metra og við erum aðeins búin að beygja hana til að fá hana. En mér finnst að gera þetta bara, þannig sé bara skemmtilega að mann stendur hérna, að mann horfa á þessi grind hérna og hún fer alveg niður hinn endunum af rýmið og mér þarf að sveigja hérna niður til að komast fyrir. Það gera bara menn að skynja miklu meira stærðin á henni. Og til þess að leyfa fólki að skynja stærðina enn betur þá hafa þið sett hnísu þarna í endan. Já, það er við náttúrulega með beinagrinda hnísu hérna alveg niður í endan. Þannig að valla sé hérðan sem er það minnsta hvalategundin í heimi í samanburði við stærsta hvalategundin. Það gerir þetta náttúrulega alveg bara, miklu skemmtilega líka. Hvernig að fá börn inn á safnið eða börn í samanburði við þetta hlýtur að vera stórkostleg upplifun? Já, þau náttúrulega, við fengjum náttúrulega, við bauðum allir skóla hérna, allir bekkir hérna í skólanum hérna til að koma og sjá þetta og þau var náttúrulega alveg bara, þetta var þessi wow-effekt og ég meina, ég er búin að vera hérna núna, þetta var 2 mánuðir síðan við opnaðum, ég lappa fram hjá hérna hvern einasta dag á leiðinu upp á skrifstofan mín og ég er ennþá að fá þessi, wow, þannig smá gæsahúð hvern einasta dag, hvað jafnvel svona eitthvað. En manni fannst safnið merkilegt og margt að sjá hérna áður en að hvalurinn kom, en þetta er enga síður hlýtur að vera rosalega stór viðbót og hlýtur að draga töluvert fleiri að. Já, það gerir það náttúrulega sérstaklega því við erum núna að vinna í svona að búa til nýja bækling þar sem við auglýsum grindin miklu meira sko. Þannig ég býst við því að það kemur til með að gera það, þannig að, og líka bara þessi sögu, það kannski
sem má líka fylgja þessu í samanburði með hina beinagrindan sem hérna í safnið, svo þessi grind hérna leikur í fjöru og hún leikur á bakinu. Alveg eins og þegar hún rak á land, hérna á Skagafirði 2010, svo rak hún á land á lága bakinu og dreigið upp í fjöru á bakinu. Og þetta pínir þessi sögu sem við erum að segja hérna, við erum ekki bara að segja sögu af steypireyði, við erum líka að segja sögu af hvalreka og það verkefni haustsins, það að semja og búa til ný sýning sem tala hvalrekana svo í tengsl við steypireyðissýningin hérna. Þannig að reynum við svona að fletta söguna saman. Eitt sem maður tekur eftir hérna, það eru skíðin. Er þetta alvöru? Já. Þetta er bara skíðin sem voru í þennan hval. Þegar við fengum þetta þá var þetta frosið og þetta var mjög mjúkt og mjög fínt og núna þetta að byrja að þorna. Þetta verður svona pínu eins og neglar á manni. Þetta verður hart. Þetta var mjög mjúkt til að byrja með. Það smá svona lykt hérna. Það svona góð ilmur. Góður ilmur, já. Já, ég finn hana líka. Já, mér finnst hún mjög góð. Það ekki bara partur af safninu? Þetta bara partur af safninu, partur af upplifinu og hérna ég hef ekki upplifað fólk, það fullt af fólk sem segja það, en það enginn sem segja það að ég get ekki verið hérna inni, þannig að þetta ekki mikið en Af hverju lyktin? Það af beinunum? Já, aðlega bara, þetta var miklu meira fyrir mánuð síðan, það var þetta miklu meira, það var aðlega skíðunum, en ég held að sé mikið bara af beinunum núna, þetta er bara fitan sem í beinunum sem gefur þessi lykt. En heitir hann eitthvað? Nei, ekki eins og ég veit allavega. Þetta kvendýr og hérna, ég veit að það hefur komið upp svona ýmsar hugmyndir nafn, en við erum alltaf ekki búin að gefa hann nafn ennþá. Ekki búin að opinbera það? Ekki búin að opinbera það, nei. Þú lætur okkur vita, þá komum við aftur. Ég gera það. Takk fyrir. Takk sem leiðist, takk.